Góðir áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á þessum degi, 1. apríl. Við ætlum að horfa svona víðar yfir völl í dag. Ég fengi til mín 2 mæta hagfræðinga, Ólaf Margeirsson sem starfar í Sviss og Ásgeir Brynjar Torfason sem hefur komið til okkar hérna áður. Og umræðuefnið hvers konar kreppa þetta sem að skella á eiginlega allan heiminn og til hvaða ráða stjórnvöld hafa gripið, hvaða ráða eru sem að virka og kannski hver virka ekki, hvort að þetta muni leiða til mikilla breytinga í heiminum, hvort það komi önnur veröld út úr þessu, hvað það sem að mun þá deyja með vírusnum, það einhverjar stefnur sem að munu falli í valinn eða verður þetta óbreyttur heimur, eða verður þetta betri heimur eða verri heimur. En ég ætla að byrja á þér, Ólafur, af því að þú ert út í Sviss og það hafa nú ekki verið margar fréttir hér í fjölmiðlum stöðuna í Sviss, heldur mest athygli verið á Ítalíu og Spáni og kannski í Bandaríkjunum og Bretlandi eins og við horfum svolítið mikið til enskumælandi heims. En hver svona staðan í Sviss varðandi sjúkdóminn sjálfan og kannski aðgerðir stjórnvalda? Sjúkdómurinn sjálfur þannig að séð í ákveðnum rénum. Það komin eitthvað í kringum 17.000 einstök tilfelli og það rúmlega 450 ef ég maður rétt, 460 sem eru dánir. En það fyrir rúmum 2 vikum síðan þá var öllu í rauninni læst þannig að séð. Það var settur mikill kraftur í það að prófa fólk eins mikið og hægt var og síðan að lokum þá var hert ennþá meira á því að draga úr samskiptum hjá fólki líkamlega. Þú mátt ennþá fara að hlaupa, þú mátt bara að hreyfa þig. Færri heldur en 5 5 í einum hóp toppurinn. Og eftir að þessu var komið á þá mjög fljótlega og núna sjáum við það mjög augljóst að það byrjað að draga úr vextinum í tilfellum á hverjum degi. Þannig að hægt og rólega þá þetta að bera árangur fyrst og fremst. Og reiknað með því að toppnum verði náð upp úr miðjum apríl eða svo? Já, ég nú ekki búinn að sjá nákvæmlega hvenær toppnum sjálfum á að vera náð, en það mikilvægasta að það búið að ná beygjuskilapunktinum og það að draga úr vextinum. Þannig að hægt og rólega þá munum við sjá það mikilvægasta ekki endilega að ná toppnum, heldur það að ná því að vöxturinn sé að minnka. Og þá hægt og rólega baráttunni baráttan að vinna. Þá hann komin á réttan veg. Þannig það lítið svona út eins og skjaldbreið með svona aflíðandi hlíðum. Já, og líka það að sjá að það sé að vöxturinn sé orðin önnur afleiðan af vextinum eða af stöðunni rétt og slett orðin neikvæð. Og þá veit maður að toppurinn er í nágrenninu þannig að séð og þá bara hægt að bara halda áfram og vera með þolinmæði og þá þetta bara spurning útflótt. En efnahagsráðstafanir, gripu svissnesk stjórnvöld til efnahagsráðgerða til þess að lina höggið á efnahagslífið og heimilin? Já, það var kannski áhrifaríkasta var ef til vill að lítil og meðalstór fyrirtæki fengu 500.000 franka í rauninni lána ábyrgð frá ríkissjóði. Hvað það? Það í kringum 70 milljónir kannski ríflega það. Og þannig að strax var farið í það að sjá til þess að fyrirtækin hefðu í rauninni working capital eða lausafé til þess að geta komið sér yfir besta skapling þannig að séð. Það var mjög dregið úr því og það var opnað á það að fólk gæti senkað greiðslum af íbúðalánum. Bankarnir sjáu sjálfur það að sjá til þess að það væri hægt að fresta lánum og lengja í lánalínum og slíku. Og síðan að lokum voru atvinnulífsbætur stórauknar
einhver 100% á einum mánuði og það eitthvað í kringum það í dag ef þú ert komin að 100% atvinnuleysisbætur sem margir eru, en þess að hér er allt lokað, þá er búið að loka veitingastöðum, það er búið að loka hárgreiðslustöðum og svo framvegis. Það einu sem opið í rauninni eru bankar til þess að viðhalda greiðslukerfinu og bara undirstöðunni á því að hagkerfið gangi, þannig að það sem eftir eru að því. Matvörubúðir og pósturinn og apótek náttúrulega. Og annað er í rauninni ekki opið. En má ég spyrja að því að þú ert nú í svona vinnur hjá húsnæðisfélögum eða ekki, hvað með leigu, var henni frestað? Nei, henni var ekki frestað sem sagt kerfislega. Ef þú þurftir á því að halda, þá gastu sem sagt hringt í þinn leigusala, hvort þegar hún varst með sem sagt veitingahús eða verslunarrými almennt og beðið að fresta greiðslunni og í langmestum tilfellum var það ekkert mál. Og þessu hefur í rauninni þannig að sé að það hefur strax verið í rauninni bara verið bara svona alveg í gegnum gangandi hafa leigusalar verið mjög bara þýður upp á það að fresta greiðslunni eins og hægt og í hverju einu tilfelli. Þetta var Sviss, en ég ætla að spyrja þig núna heiminn og þá eiginlega spurningin við erum komin í kreppu og hvers konar kreppa þetta sem við erum að ganga inn í? Við vitum það ekki ennþá. Þetta gæti verið það sem við kallað vaflaga-kreppa, það er að segja, og það allir að vonast eftir því. Þá þetta þannig að það er í rauninni öllum hagkerfunum eða hagkerfin, það er bara ítt á pásu innan gæsalappa og það er snart stoppað í kannski mánuð eða 2 mánuðir til þess að hreinsa vírusin úr kerfinu þannig að séð, þannig að í rauninni bæði til þess að fletja kurvuna og til þess að sjá til þess að hann hætti að breiða út sér. Síðan þegar er búið að hreinsa þannig að séð, þannig að mannfólkið hefur tiltölulega gott öryggi upp á það að geta farið í dagstæðilega amstur og slíkt, farið í vinnu, opna hagkvæmstustofuna og svo framvegis, farið á veitingahús, barinn og svo framvegis. Þá er allt opnað aftur og þá er vonast til þess að einfaldlega það sé í rauninni beint niður og síðan beint upp aftur. Þannig að það er svona hálfpartinn teygjustakk, þannig að séð. Þetta er það sem fólk er að vonast eftir. Þetta geti tekið kannski 2 mánuði eða svo. Þannig að við höfum kannski til loka apríl. Í loka apríl þurfum við að vera viss það að þetta sé kannski mögulegt. Það sem er líka, það sem er oftast líka er að það tekir lengri tíma að koma vírusnum úr umferð og þá endum við í það sem er kallað U-laga kreppu. Þar sem við sjáum lengri tíma á því að það sé verið að hreinsa vírusin úr samfélagunum og þá þurfum við að bíða lengur eftir því að geta byrjað hagkerfið aftur og svo nýtt. Þá endum við á því að vera í einhverjum öldum eða sem sagt í dalnum í einhvern langan tíma áður en við getum síðan farið upp aftur. Vandamálið þar er að þetta er ekki snarp viðspyrna eins og í teygjustokks eða vaflaga tilfellinu. Þannig að í mörgum tilfellum er þá fólk algjörlega búið að missa vinnuna, það er komið að gjaldþrotum, það vill spara eins mikið og hægt og það heldur á sér höndum sem síðan aftur á móti leiðir til þess að hagkerfið tekur lengri tíma að koma sér upp á skrið aftur. Síðan er þriðja og svona skelfilegasta í rauninni tilfelli, það er annarkvort Nike-laga eða L-laga og Nike þá er það bara beint niður og síðan mjög hægt og varlega upp á við eða bara einfallega L og það er bara flatt og þá er það bara einfallega þá er það tilfelli þar sem við þurfum að loka hagkerfinu kannski með einhverjum svona sveiflubundnum hætti og til þess að hafa stjórn á því að vírusin breiði ykkur sér. Við bara vitum það ekki ennþá, hvort að í hvaða útgáfu við erum. Kína eru vonandi komið í vaflaga. Það var mjög snarpur viðspyrna hjá Kína, þeir lokuðu öllu. Þeir kolféllu gjörsamlega í vísitölum þegar kemur að því að mæla
framleiðslu og slíkt, en þegar þeir voru konur með stjórn á vírusum sjálfum og opnuðu verksmiðjurnar aftur, þá sáu þeir strax aftur í rauninni næstum í alla leið upp að í rauninni þeim svona activity level eins og eða svona að því marki sem var eðlilegt þóðanlega séð. Og þeir eru komnir langleið inn að þangað. En Ásgeir Brynjar, hvað má bjóða þér? Vaff eða U eða L eða Nike? Ég nú svona hræddastur að þetta sé að verða U en kannski ekki alveg hefðbundið U, sko. Heldur einhvers konar blanda af U og Nike. Það að segja, við vitum það ekki út af vírusnum, en ég mun meira áhyggjur af því hvort sem að hann verði í 3 sveiflum eða hann verði bara alvarlega holskefla núna og svo bara minni síðar að þá ég með þær áhyggjur að sko, kerfið svo skuldsett, hagkerfi heimsins svo skuldsett síðan úr fjármálakreppunni 2008, það er búið að margfaldast skuldir fyrirtækja síðan þá og þess vegna held ég að þetta skyndilega stopp og afleiðingarnar af því geti haft svo margar hliðarverkanir, bara jafnvel eftir 2-3 mánuði, jafnvel þó þetta verði hraðar, að þá bara svo mikið af fólki og fyrirtækjum sem má ekki við stoppa upp á 2-3 mánuði. Það var ég var hjá OECD nýlega í síðasta mánuði og það sko, held ég 40% af heimilum í OECD-löndunum sem þola ekki 3 mánaða tekjutap. Þá eru þau bara komin í fátækramörk. Veitu hvað verða stór hluti sér? 1/3? Já, milli 3 og 40%, ég man ekki töluna nákvæmlega. Og sko eins með fyrirtækin að þó að sé verið að pumpa lausafé út í kerfið gegnum bankana til fyrirtækina, að þá hjálpar það mikið skuldsettum fyrirtækjum ákaflega lítið að skuldsetja þau meira. Vandinn leysist ekki við það og þú ert mjög fljótur að komast í gjaldþrotsvanda ef að það mjög lítið eigið til staðar og skuldsetningin það mikil að þú mátt ekki við neinn. Menn sko eru í svo viðkvæmri stöðu og það að pumpa lausafé bara til þess að lengja í lánum, það dugar eiginlega bara ef þetta verður mjög snart vaff, mjög svona þröngt vaff. Ef þetta verður mjög gleitt vaff, að þá bara tíminn mjög fljótur að brenna upp. Ég vann nú í fasteignabransanum sem Ólafur núna í 2008 og þá báðu menn greiðslufresti. Því að þá var bankakerfið ekki fært að lána fyrirtækjum og þá fenguðu lána hjá leigusalunum. En núna bankakerfið sjálfur sér en hins vegar allt raunhagkerfið við stopp og sko, þó að framleiðslu, þau hagkerfi sem eru með mikla framleiðslu geta verið snögg að ná sér, en hagkerfi sem eru með mjög mikla þjónustu, hvort sem það ferðaþjónusta eða eitthvað þess að það mjög lengi að koma tilbaka. Allir sem eru búin að fresta því að fara í klippingu, sleppa því að fara út að borða, að þeir fara ekkert helmingi oftar í klippingu eða út að borða leið og verðum komin út úr vírusnum. Þannig að þetta horfinn tími og fyrirtækjum búin að taka meiri lán á meðan og ekki betri stöðu til að borga af meiri lánum. Nema vextir verði lækkaðir ennþá meira. Ég talaði við svona smáatvinnurekanda í dag. Hann sagði að á þessu tímabili þá munu svona 60% fara í gegnum þetta svona án þess að skaðast mikið. Það voru svona fólk sem í góðum efnum og opinberir starfsmenn sem halda laununum sínum og fleira. Svo sagði hann að 20% þeirra sem eru fátækastir að þeir náttúrulega þola þetta ekki. Þeir munu fara herfilega illa út úr þessu. Og svo 20% svona menni svo ég, sagði hann, svona smáatvinnurekendur sem munu missa reksturinn sinn og éta upp svona sparnaðinn sem maður er búin að vera eiga til þess að mæta þessu. Hann mun klárast á næstu 3 mánuðum og ég kem síðan út úr þessu bara slippur og smöður.
Þú ert að lýsa svona ástandi að kreppan mun svolítið skilja á milli þeir sem að þola fara í gegnum hana og þeir sem að vera hreinlega að þola það ekki. Já, það það sem að maður óttast og það náttúrulega síðan snýst það hverja bankarnir styðja og hverja bankarnir ákveða að lengja ekki lánalínunni eða snörunni hjá. Þannig að það svona það sem svolítið ókvæðanlegt við það. Maður sér eins og í Þýskalandi, þar verið að láta einyrkja og þannig að það var byrjað að borga það út í bara þessar viku, það var sett í gang á föstudaginn. Ég held 5.000 evrur á einyrkja sem ekki bara styrkir eins og í raun og veru eins og borgarlaun til þess einmitt að öll smáfyrirtækin í Þýskalandi sé ekki að fara í þrot og þetta eitt dæmi af mörgum af svona nýjungum sem verið að skoða og prófa hvort sé hægt að bregðast við. Það kom líka frá Evrópusambandinu í dag möguleiki á atvinnuleysistryggingu allt Evrópusambandið. Þannig að hlutinni gerast svo hratt núna að því að menn horfa svo onni hyldýpið og í raun og veru hafa aldrei séð annað eins og ég eiginlega held að vonin einhvers konar kreppu með snöggri viðspyrnu séu svolítið draumurar úr fjármálakerfinu og kannski einhverjum löndum sem þola það en heimurinn í heild ekki að svona, þó að Kínverjarnir hafi náð í þokkalega hratt, þeir æfðu sig náttúrulega 2003 og 2012 í SARS og fuglaflensu og svínaflensu. Þannig að þeir eru búin að vera með grímur almennt á fólkum lengi og þrífa allar almenningssamgöngur, sótthreinsa allt á kvöldin. Þannig að þeir eru svona undirbúnir undir að hreinsa samfélagið, byrja með það eitthvað nýtt aftur og koma verksmiðjunum í gang. Ég hef smá meiri áhyggjur af öðrum löndum sem ekki eins snöggt með það. Já, má ég spyrja eitt af því sem að Ásgeir Brynjar var nefna, Ólafur. Það hérna með að stór hluti af aðgerðunum á Íslandi fara í raunverulega gegnum bankakerfið. Það eru bankarnir sem frá meira fé til þess að lána út og eiga svona að halda þessu á lífi. En eru bankarnir endilega svona kerfi til þess að deila út réttlæti eða velja það hver lifir og hver deyr. Þú nefndir að í Sviss eru sérstakar aðgerðir til þess að vernda lítil og meðalstór fyrirtæki. Þyrfti kannski að vera eitthvað svoleiðis með því að manni sýnist það oft og það var þannig í síðustu kreppu hjá okkur að bankarnir þjónuðu fyrst og fremst allra stærstu kúnnunum sínum. Bankar gera það daglega. Það skiptir ekki máli hvort það sé í kreppu eða ekki. Ef þú bankar að lána aldrei þeim sem eru með slæmt lánshæfi, hvort sem það í kreppu eða ekki. En vandamálið eða vandamál ekki vandamál. Bankar starfa einfaldlega þannig að þeir þekkja þá og þau sem þeir eru að lána til. Og bankastarfsemi bókstaflega byggist á því að þekkja það hvort að náunginn sem lappar inn í bankaútibúið sé greiðsluhæfur eða ekki. Vandamálið núna náttúrulega það að ríkissjóður eða Seðlabankinn eða aðrir aðilar heldur en í rauninni bara bankakerfið sjálf. Þessir aðilar hafa ekki þau gögn sem bankakerfið hefur þegar kemur að því að sjá hver greiðsluhæfur og hver ekki. Og það afskaplega erfitt að styrkurinn beint örugglega eitthvað sem mun þurfa að gerast. Og ég reikna með því, og þetta alveg hárrétt í Ásgeiri, það að lengja í lánalínum ekkert annað heldur en að lengja í einhvers konar hengingaról ef það síðan endar á því að við endum í sem dæmi. Og jafnvel það þannig sérstaklega vegna þess að ef við erum að lengja of lengi í einhverjum hengingarólum og lánalínum sem þannig að sé bara einhverjum skuldsetningunum sjálfa, leiðir bara til þess að við munum vera með ennþá verri í rauninni endurkomu á hagkerfinu þegar við loksins getum opnað fyrir það að sé almennt hagkerfi aftur upp á nýtt. Og kannski
að þannig að séð ágætis svona leksía í því að horfa núna á það hvernig í rauninni Japan fór upp úr 1990. Japan endaði í ykkur svakalegu lánabólu sem sögur fara af. Allt hagkerfið í rauninni fór í stopp eftir á. Það sem allir voru að reyna að laga eigin efnahagsreikninga. Allir voru að reyna að byggja upp eigið því í annarkvort nettó fjármálalegum eignum, bara lífeyrissparnaði inn á bankabókinni og svo framvegis. Eða einfaldlega að byggja upp eigið því í fyrirtækjum sem voru að reka. Og þegar allir voru að gera þetta saman tíma, þá náttúrulega dregur úr innlendri eftirspurn sem síðan endar á því að það engar tekjur í hagkerfinu til þess að einmitt fá tekjur inn til þess að byggja upp þetta eigið því sem síðan endar á því að allir tapa á þessu. Og vandamálið þannig að séð sem blasti við Japan á þessum tíma var að þau áttuðu sig á því að þau urðu að nota ríkissjóð til þess að reyna að viðhalda greiðsluflæði í hagkerfinu. En endrum og sinnum þá í rauninni voru þau ofrætt við að nota ríkissjóð að því leyti að hann var náttúrulega augljóslega að byggja upp skuldir sem eru í raun og reynd ekkert annað heldur en sparnaður einkageirans. Vegna þess að ef ríkissjóður skuldar þá verður einhverju að eiga þær skuldir. Og þessi einhverjir einkageirinn í viðkomandi hagkerfi og aðrir sem kaupa erlendir aðrir sem kaupa þessi skuldabréf. Þannig að einhvers staðar verður fólk nettó að safna saman sparnaði sem einkageirinn í heild. Og ef ríkissjóður í framtíðinni of ragur við það að nota þetta afl sem hann með, sem þessi eigin mynt, það endar það ef til vill einfaldlega á því að við endum í einhvers konar, það sem sagt á ensku, balance sheet recession, eða efnahagsreikningakreppa, þar sem allir eru að halda sér höndum til þess að reyna að koma upp einhvers konar eigin því aftur upp á sína eigin efnahagsreikninga, vinna sig út skuldasúpu og svo framvegis. Og það getur vel verið að við séum akkurat núna í því að við séum að búa til okkar eigin efnahagsreikningakreppu þegar við loksins getum farið að haga okkur aftur upp á eðlilegan máta. Og þegar það gerist að við getum farið í eðlilegt hagkerfi, þá verður ríkissjóður að vera alveg klár á því að það eru mjög lítil takmörk á því hversu áfjáður hann í það að viðhalda greiðsluflæðum í hagkerfinu til þess að einfaldlega sparka hagkerfinu aftur í gang. Ég held ég sammála mörgu sem Ólafur segir, ég held að það sem að gerðist eftir fjármálakreppuna 2008 og olli því að við fórum ekki í þessa Japans leið með efnahagsreikningakrísu sem við varum að lýsa, var sú ástæða að Seðlabankarnir pumpuðu peningum í kerfið sem bjó til eignaverðsbólu. Þannig að peningarnir fóru inn á fjármálamarkaðina og verðið hélt áfram að hækka og þannig hélst líf í sjúklingnum. Núna erum við hins vegar komin inn í nýja krísu á öðrum forsendum og þá mun það ekki vera lausnin nema bara til skamstíma að pumpa inn í kerfið. Sjúklingnum að blæða út og menn eru að koma með alls konar tillögur. Bara Augustín Carstens, yfirmaður BIS, Alþjóða greiðslumiðlunarbankans, Seðlabankana í Basel, hann stakk upp á í Financial Times núna fyrir vikunni að það væri hægt að veita fyrirtækjum styrki út frá skattgreiðslum þeirra í fyrra. Að því einmitt þetta sem Ólafur var að lýsa, að bankarnir eiga að veita best, hverjir eru bestiðis færir að fá lán og ekki og ríkið veit það ekki. En þarna ein leið fyrir ríkið í raun og veru að aðstoða fyrirtækin beint, einmitt til þess að vera ekki að lengi lánunum, heldur með beinni aðgerð sem að skila sér strax og þá hann að tala um þetta sem síðustu míluna í lausafjárkrísunni og þá þetta ein leið sem hægt að mæla. Þannig að þeir sem að borguðu mikið og þá áttu við að endurgreiða einfaldlega skattana frá því í fyrra?
Já, tímabundið, já. Og þetta hans tillaga. Þannig að menn eru, eins og maður sér alltaf í krísum, alveg eins og 2008 og alveg eins og maður sér að verið að gera núna bæði í Evrópska seðlabankanum og bandaríska seðlabankanum. Menn eru að finna upp á alls konar nýjum tækjum eða tólum eða prógramum eða facilitetum það sem verið að prófa nýja hluti, finna upp nýjar aðgerðir af því að menn sjá að þetta sem að stendur í leiðbeiningabókinni ekki að virka, því að þetta hefur ekki gerst svona áður að senda alla heim, bara kæla vélina algjörlega niður í minnsta hægagang og ekki vitað hver lengi sjúkrahús vitað hver hratt hún tekur við sér þegar hún fer í gang aftur. Hversu langt má þetta ganga ef að undanfarna áratugi þá hefur alltaf verið að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagnseigendur og nú erum við komin á það að við erum farin að endurgreiða skattinn og rúmlega það. Hversu langt má aðstoð við fyrirtæki ganga? Er ekki bara hreinlegast að ganga og bara taka þessi fyrir? Af hverju erum við að venda þetta þunna eignarhald einhverja örfárra á fyrirtækjum? Er það svona merkilegt? Ekki fyrirtæki fara ekkert, starfsfólkið er þarna, eins og Íslandi, hótelin eru hérna, það er ekkert að fara, það er ekkert sérstakt í hættu. Það hefur verið mjög hörð krafa, séð það í greinum meðlands frá Bandaríkjunum, ef að ríkið á að koma með stuðninginn í fyrirtækin, að þá á það að taka eiginfjárhlut í því. Þar hafa menn reynsluna af því að stuðningurinn með bílainnan í Bandaríkjunum til dæmis 2008 var jafnmikill eða meiri en stuðningurinn við fjármálakerfi og núna vilja mjög sterk öfl að pressa þrýsta á ríkið að það sé ekki aftur bara hjálpað án þess að bæði vinna gegn því að fyrirtækin geti greitt sér út arð eða keypt ein bréf sem annað form á arði og jafnvel að taka eiginfjárhlut í framlaginu. Það hins vegar vandinn að þú vilt ekkert endilega kannski eignast hlut í félagi sem síðan ekki að fara að lifa af og ganga. Þá áttu bara í einhverju þrotabúi. Þannig að þetta mjög flókið og erfitt að finna bæði almennar leiðir, lausnir og sértækar. Og þess vegna verið að hugsa upp á nýtt alveg mjög marga þætti í bara hinu kapítalíska kerfi. Og þetta í raun og veru getur leitt til þess að það sé hægt að gera líka hraðar alls konar aðgerðir varðandi græna hagkerfi, þar sé að þú takast á við loftslagsvána sem var ekki að ganga almennlega sem var til hefðbundnu leiðum. Þannig að þegar að krísan verður mikil, þá eru menn tilbúnir að hugsa hlutinu upp á nýtt og það maður að sjá mjög mikið allavega hugmyndum síðan á eftir að sjá framkvæmdina. Ólafur, má ég spyrja þig að þessu? Hvað er hægt að ganga langt í því að félagið okkar allra, þjóðfélagið okkar, ríkið okkar, sé að hjálpa fyrirtækjum? Verður ekki eitthvað að fylgja með ef að eigendurnir núverandi eigendur geta ekki haldið þeim og almenningur kemur, almannasjóðir koma til bjargar, á ekki eitthvað að fylgja? Einhverja kröfur? Já, það mjög eðlilegt að koma upp sú krafa að eigið fé fyrirtækja verði þá að hluta til í eigu ríkissjóðs eða einhvers konar opinbers eignarhaldsfélag og svo framvegis. Það náttúrulega óbúðslega flókið ef þetta opinbera eignarhaldsfélag á að allt í einu eiga einhvers konar hlutafé í kannski hjá einyrkjum, jafnvel, ef það er veitingahús einhvers staðar á ríkissjóður að eiga hlutafé í fyrirtækjunum sem rekur veitingahús á botninu, eitthvað slíkt. Annað sem hægt að gera líka sem kannski ágætis hugmynd sem ætti að ræða alvarlega, það eru ávísanir sem eru greiddar út til einstaklinga. En það eru með síðustu söludag. Þú verður að nota þessar ávísanir áður en næsti mánuður er búinn eða eitthvað slíkt. Og kannski er líka hægt að hafa þannig að
að það falla í verði 10% á hverju mánuði eða eitthvað slíkt. Og þá í rauninni Það svona með fylgir með þeim verðbólga, þetta að brenna upp. Þú verður reiður svo að þetta verður engu. Já, þetta nákvæmlega, það neikvæðar raunvextir á þessu. Og náttúrulega ef þú sem einstaklingur stendur með kannski þannig ávísanir í höndunum, þá augljóslega viltu eyða þeim fyrst sem allra fyrst. Og þú getur eytt þeim í hvað sem það getur þess að vera einhvers konar, þetta getur verið bara ávísanakerfið sem gefið út í gegnum Ísland.is eða rafrænskilríki eða hvað sem það mætti kannski setja upp þannig á Íslandi. Og í staðinn þá eyðirðu ekki peningum sem þú ert með þá inn í bankakerfinu. Og þú getur notað þá peninga til að borga á lánunum hjá þér eða á leigunni eða eitthvað slíkt. Og þegar fyrirtæki fá þetta fé inn á sína reikninga, þá geta þau notað það til þess að greiða í skatta og slíkt. Og hægt og rólega hægt að koma hagkerfinu þannig að séð í gennum skafl með svona tímabundnum, svona eftirspurnar drifnum aðgerðum sem eru sérstaklega hannaðar til þess að sparka hagkerfinu aftur í gang. Augljóslega það þannig að ef fólk fær vandamálið líka þegar þú ert óviss framtíðina og þú ferð einhvers konar ávísun frá ríkinu sem ekki með neinan útrunnin dag, þá ertu mjög líklegur til þess að ég ætla að hugsa með mér að það kannski einhver óvissa í framtíðinni, ég geti verið að missa vinnuna eða kannski fæ ég sjúkdóminn sjálfur og ég get ekki unnið og svo framvegis. Og þá leggur þessar peninga einfaldlega bara til hliðar. Og þá þeir þannig að séð ekki notaðir til þess að koma hagkerfinu áfram. Og ástæðan með því að gefa út svona ávísanakerfi sem með síðasta söludag að koma fólki í skilningum að það verður að nota áður en þetta rennur út. En augljóslega bara hægt að nota þetta svona kerfi ef við fáum að vera í mannlegum samskiptum og hagkerfið komið þannig að séð á þann stall að það getur verið eðlilegt innan gæsalappa aftur. Og það bara spurning það að hafa stjórn á vírusnum sjálfum. Og lang áhrifamest aðferðin þar að testa fólk eins mikið og eins snemma og hægt til þess að getur tekið skemmtu eplin beint út úr og þú setur þau inn í lokað box á meðan þau eru að ná sér. Og þá hægt að síðan þannig að sé að viðhalda eðlilegu hagkerfi eins og hægt á meðal. Ásgeir Brynjar benti á að samfélög verður misfljót að ná sér og kannski síst þau sem eru mjög á þjónustu. Ferðaþjónustan okkar mikilvægasta atvinnugrein og hún hefur þurrkast út. Hún kannski svo atvinnugrein sem að mun hægast jafna sig. Eru líkur á því að við Íslendingar munum kannski fara svona almennt ver út úr þessari kreppu heldur en önnur samfélög í okkar heimshluta? Það alveg þannig að sé það virkilega góð spurning hvort það sé hægt að koma ferðaþjónustu aftur upp á eitthvað level sem við viljum vera með hana á eins og hún var hér áður. Á sama tíma þetta líka, og það Ásgeir, hann búinn að benda á það, að þetta tækifæri til þess að líka hugsa hvort við viljum gera hlutina öðruvísi. Sem dæmi það verður mjög mikið talað það í framtíðinni hvort það eigi að loka einhvers konar landamærum, vegna þess að alþjóðavæðingin ekki búin að virka og svo framvegis og það verður að stoppa einhverja skítugu útlendinga, örugglega mun einhver segja, bara því að koma til landsins. En langmikilvægasti hlutin í þessu ekki að stoppa alþjóðlegu viðskipti, heldur að sjá til þess að það sé nægilega mikill viðnámsþróttur í hagkerfinu eftir að við erum komin út úr þessu. Það búið að vera í mörg ár stanslaus krafa það að auka skilvirkni í hagkerfinu. Og skilvirkni meðal annars felur í sér að hafa eins tímanlegar svona supply chains eins og hægt Það talað just-in-time delivery.
í því þegar þú ert í einhvers konar framleiðsluferli, þú vilt aldrei eyða tíma á því það sem þú ert með eitthvað inn á lager og það bara liggur inn á lager, eins og sagt er. Þú verður að fá það inn á lagerinn morguninn, þú verður að nota það miðvikudaginn og svo spýtur þú út fulluninni vöru kvöldið. Þannig að lagerplássið liggur við aldrei nota og það aldrei neitt buffer. Það aldrei svona einhvers konar vörn í því að ef eitthvað gerist, einhvers staðar í framleiðsluferlinu, þá allt stopp. Og krafan þetta það sem við erum eftir að sjá hægja á við uppstartið. Það sem ég var að tala hversu lengi verður að koma vélinn í gang og við vitum ekki hvar veiran blossar upp aftur næst og við vitum ekki hvaða íhlutir í iPhone-in þinn eða bílinn sem þú ætlar að kaupa framleitt hvar, þannig að það getur verið alls konar hikst í vélinni þegar hún verður sett af stað aftur og ég ætla ekki að spá Ísland en bara dæmi eins og frá Svíþjóð sem ég þekki, stóru framleiðslufyrirtækin þar eru búin að segja við alla sína undirverktaka sem eru fullt af smærri fyrirtækjum og einyrkjum og ráðgjöfum bara, það búið að segja öllum samningum upp og það ekki einu sinni borgaði reikningar fyrir en menn sjá hvenær salan fer í gang aftur og þarna þó líklegt að framleiðsla fari í gang leið og það verður létt af veirunni því að það heilmikil eftirspurn eftir vörubílum þegar öll ríkin ætla að fara í fjárfestingar og byggja vegi meðan að neyslu þjónustu og neysluvöru framleiðslan verður í allt öðrum gír og ég held að bara menn verði að heiðarlega viðurkenna það að enginn veit almennilega hvernig það verður að koma út úr þessu af því að þetta hefur aldrei verið reynt áður og heimurinn við höfum farið í gegnum svona faraldra áður og það áhugavert að lesa fyrri plágur og hvernig þær hafa haft efnahagslegar afleiðingar en þá var heimurinn ekki svona alþjóðavæddur. Þá var ekki fjármálakerfið eitt fyrir allan heiminn og eins og Ólafur var að lýsa vöruflæðið, global supply chain, vöruflæðið heiminn svona samtvinnað. Og þess vegna erum við öll í þessu saman, þess vegna mjög mikil krafa eftir því að það séu alþjóðlega samhæfðar aðgerðir út úr þessu af því að ef hvert og eitt land ætla bara að redda sér og sínum þegnum út úr vírusnum að þá kannski hann að grassera á Indlandi eða í Afríku eða einhvers staðar bæði með þeim afleiðingum að íhlutirnir sem þið vantar í þína framleiðslu kom ekki og líka að veiran viðhelst og mögulega stökkbreytir sér og kemur aftur með næstu flugvél ef það verða flugvélar. Það er ekki merki þessa alþjóðlegu samhæfingu, það? Já, það nú heilmikið kall eftir því, bæði frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og OECD, G20, það flókið, það rosalega deila innan Evrópusambandsins, hvort að Hollendingarnir sérstaklega eru mjög á móti því að aðstoða Evrópubúan í suðri og það beinlínis bara rifrildi á milli seðlabankastjórans og fyrrverandi seðlabankastjórans annars vegar og forsætisráðherrans hins vegar hve mikið samstaðan eigi að vera innan Evrópu og þetta sjáum við líka milli í raun og veru suðurinsins í heiminum, ég meina Suður-Ameríku og við tala ekki Indland og Afríku þar sem mikið af framleiðslunni að færast af því að Kína búið að vera að verðleggja sig út af markaðnum. Uppsveiflan í Kína hefur verið svo mikil og sem sagt hækkun launa þar hefur verið svo mikil að framleiðslan hefur verið að færast annað. Þannig að þetta bara stóra óvissa núna og þess vegna eru líka markaðarnir svona svolítið að fríka út yfir þessu og þegar maður sér það að fjármögnunarmarkaðurinn fyrir dollar í heiminum er mjög óstöðugur og það nú svona mjög góður mælikvarði á stress eða álag í kerfinu og vöruflæðið í raun og veru bara eins og greiðsluflæðið í hina áttina, þannig að þetta hangir allt saman
og skuldsetningin í dollarum í suðrinu í heiminum, þessi svokölluðu þróunarlönd sem eru að ná sér upp á okkar lífsstandard, að þau eru búin að skuldsetja sig mjög mikið í dollar. Fjárfestarnir flýja út og allir vilja meira sig að selja bandarísk ríkisskuldabréf til að fá dollarpening bara frekar. Þannig að það eru sko öll mælitækin á sjúklingnum eru svolítið svona hoppandi út og suður sko. Þannig að ég held að þetta sé ekki skyndilegt svona smá hjartaflökt niður sem komist síðan og allt við verðum farin að hlaupa aftur fljótlega. Já. Við munum ekki leysa þetta núna í kvöld og ekki hér. Þetta eru margt óljóst það hvert þessi krepp að fara. En ég ætla að þakka ykkur bara kærlega fyrir innlitið núna og ég fæ kannski að heyra í ykkur tíma seinna. Hlutinni gerast mjög hratt að ein vika í þróun á þessari kreppu er eins og margir áratugir á undan. Bæði í hugmyndum manna hvernig á mætinni og svona hversu djúpun á að vera. Þannig ég þakka Ólafi Margeirssyni og Ásgeiri Brynjari Torfasyni kærlega fyrir innlitið. Samstöðin mun halda áfram. Hér í fyrramálið verður morgunþáttur miðjunnar. Hann klukkan 9:30 í umsjón Sigurjóns Magnús Egilssonar. Klukkan 3 verður öryrkjaráðið með fund þar sem að fjallað stöðu öryrkja á þessum vofegilegu tímum, þessum háskalegu tímum. Ég ætti að vera hérna annað kvöld klukkan 6 en ég ætla að skrópa morgun af því að dóttir mín verður 13 ára og við erum að reyna að halda upp á afmæli hennar með einhverjum hætti í COVID þar sem að enginn má koma í afmælið og það vil nú til að hún hérna við rauðaborðið. Sóley Lóa Smáradóttir hvernig eiga afmæli í miðjum COVID-faraldri? Það er skemmtilegasta en ég veit ekki, það er ekki gaman. Já, við ætlum að reyna að hafa það skemmtilegt á morgun, við ætlum að feyra eitthvað. Já. Eitthvað? Það er gaman. Já. En þú ert búin að vera mikið heima? Já, ég er búin að skrópa skóla og vera frekar heima og læra. Já, ertu sjálf að læra heima bara? Já. Já. En svona með að hitta vini sín og svona, þú ekki verið að gera það? Nei, ég er ekki búin að vera að gera það mikið. Bara búin að loka mig heima. Já. Og það ekki svona frekar erfitt? Hvað er þetta að gera heima? Ég æfi mig á fiðlu, ég læri og ég í tölvunni. Og bíður eftir að þetta hætti? Já. Nú svolítið langt í það. Það var sagt í fréttunum að samkomubanni verður alveg út apríl. Já, þetta ekkert að batna. Ekki. Og hvað heldur þú verður ekki bara allt önnur manneskja þegar þú kemur út úr þessu? Ég vona það. Vonar það? Já. En hvað er það gömul? 13 ára. Það er svolítið stór áfangi í lífinu. Þá hættur eiginlega að vera barn. Já. Þegar ég var lítill þá var maður 12 ára þá var maður í barnaskóla og svo þegar maður 13 ára þá fór maður í gagnfræðaskóla. Það er svona næstu fullorðið. Já, ég gæti skipt yfir í gagnfræðaskóla á núna árinu. En ég ætla bara að vera áfram í skóla. En allt þetta tal COVID og sem er svolítið alvarlegt mál, margir veikir og fólk að deyja út í heimi og hvernig leggst þetta í þig? Ég veit ekki, ég bara reyna ekki að hugsa eitthvað mikið út í þetta, bara að vera heima og passa upp á sig. Ég þakka þér kærlega fyrir Sóley, ég óskaði þér hamingju á morgun. En þetta er sérst ástæðan fyrir því að ég verði hérna ekki annað kvöld, en ég verði hérna síðan við rauða borðið á föstudaginn klukkan 8. Takk fyrir í kvöld.